Komið sæl og blessu, við ætlum að halda áfram með þetta þema, spádómarnir rætast í Apología í dag og við ætlum að fara að dempa okkur í Jesaja, kapla 53 og eitthvað að kapla 52. Þetta kapli sem í gennum tíðina hefur verið sleppt í að lesa á samkomum gyðinga, í samkundum gyðinga, vegna þess að margir horfa á hennan kapla og sjá mjög sterka ábendingu að sé verið að ræða Jesú Krist, en þessi kapli er skrifað 800 árum áður en að Jesús Kristur mætir á svæðið, þannig að við viljum dvelja á þessu í dag og horfa á kapla 53 í Jesaja og spyrja hvernig bendir þetta á Jesú Krist. Gæti verið að þetta sé annar uppfylltur spádómur í reikningunum. Alright, þá ætlum við að dempa okkur í Jesaja 53. Spádómarnir rætast, við ætlum að dvelja á það eru jólin að fara að koma, þannig að við erum að tala fæðingu frelsarans Jesú Krist, þegar Guð tekur á sig hold og hvaðan það er betra en að fagna þessu næstu viku með því að dvelja eins á spádómum Jesú Krist og hvað hann mun gera og sjá hvernig reikningarnar mörg hundruð árum áður lýsa því sem að Jesús Kristur myndi gera og hvernig hann myndi deyja og rísa frá dauðum og annað eins, og það er þannig spádómum sem við erum að dvelja á hér í dag. Við erum í Jesaja sem er bók í Gamla testamentinu, og þú veist ekki mikið Bibluna, þá er þetta 66 bækur sem eru skrifaða mismundi rithöfundum, það sé 40 rithöfundur. Kristnir trúa því að þetta er bók sem er innblásin af Guði, það er að segja að þetta er skrifið af mönnum en notuð af Guði til að tala út sitt orð. Hann var sá sem gaf þessa bók til okkar. Nú, ég hef lent í mörgum samræðum það sem að einstaklingar segi, ég myndi aldrei trúa því að einhver bók væri gefin af Guði, og ég spyr stundum hvað myndi sannfæra þig að eitthvað sérstakt rit væri gefið af Guði, og ég átti mig á því að margir sem að segja ég myndi aldrei trúa að eitthvað rit væri gefið af Guði hafa aldrei pælt í því nákvæmlega hvað þarf til að sannfæra mig að þetta rit sérstaklega sé gefið af Guði. Nú, ég legg til að ef það eru nákvæmir og ítalegir spádómar sem að aðeins Guð gæti vitað að þá er það sterk rök fyrir því að það er eitthvað öðruvísi við þetta rit heldur en einhverja aðra bók. Þannig að við ætlum að dvelja á næstu vikunar á spádómum reikningana, og sérstaklega þegar það kemur að jólum kannski dvelja meira á því sem að díla við Jesú Krist, hvernig hann myndi líta út, hvað hann ætti að gera, hvernig hann myndi deyja og rísa frá dauðum og annað eins. En svo ætlum við að fara ykkur líka yfir í aðra spádóma í reikningunum sem tala heimsatburði, konunga sem myndi koma, Alexander hinn mikla 100 ára áður en að hann kom og annað eins. Þannig að við ætlum að dvelja á spádómum reikningana næstu vikunar í þessu þema okkar spádómunir rætast. Þannig að við ætlum að hoppa í Jesaja 53. Nú, áður við hoppum yfir í dag, þá langar við að tala þennan Rafael Levi. Hann er sagnfræðingur gyðinganna frá 17. öld sem skrifaði Jesaja 53 að þetta hafi verið kafli sem olli miklum deilum á meðal gyðinganna, og það endaði með því að margar samkundur gyðinga slepptu því að lesa hennan kafla Jesaja 53 og ákváðu frekar að klára að lesa eina vikuna hálfan kafla 52 og svo næstu vikuna voru þau búin að hoppa yfir í 54. kafla. Og enn í dag þá held ég einhverja samkundur sem ekki að lesa þennan kafla í Biblíunni því að það bendir svo rosalega sterkt á Jesú Krist sem Messias sem kom að uppfylla þennan spádóm. Ef þið viljið kanna þetta eitthvað þá mæli ég með myndbandi á YouTube þar sem að fólk er í Ísrael og það er að fara til gyðinga og það er að lesa Jesaja 53 og það er að spyrja gyðingana hvernig verið að fjalla í þessum reikningum, og þá er sagt Jesú á nánast öllum gyðingunum sem tala við þá, og þeir segja nei, þetta er skrifað 800 árum áður en að Jesús 700 árum áður en að Jesús kemur á svæðið. Þetta er í Jesaja kapla 53 og það eru margir gyðingar sem hafa aldrei heyrt hennan kapla og fá hálfgert sjokk þegar þeir fatta að þetta er í Gamla testamentinu að tala Jesú Krist sem kemur í Nýja testamentinu. Nú, í kaplanum þá er talað Messias, og ef þú veist ekki hvað Messias er, þá er það Jesús Kristur til dæmis. Kristur er ekki eftirnafn Jesú Krist eða millirnafn eða eitthvað svoleiðis, þetta er titill. Og Kristur er gríska þýðingin af þessu hebreska orði Messias, og bæði orðin eru mynd upp á sama sem er hinn smurði, að þessi smurði mun koma, hann mun þjást, hann mun vera fyrirlitinn og að dauða hans myndi hann frelsa heiminn af synd sínum. Nú, Jesaja er að skrifa á tíma Úsía konungs sem að ríkir á 8. öldinni fyrir Krist, og við erum að tala texta sem er líklegast skrifað 740, kringum 700 eitthvað svoleiðis, 700 árum, rúmlega 700 árum áður en að Jesús Kristur kemur. Og munið,
að hér verið að tala það fer ekki ítalega í krossfestingu og Sálmi 22 sem við vorum að dvelja á í seinustu viku, en þetta 300 árum áður en að Persía byrjar að nota krossfestingar og nánast 700 árum áður en að Rómverjar taka upp krossfestingar og byrja að þróa hana og gera krossfestingar að því sem við vitum að krossfestingar í dag og gera það rauninni vinsælar aftöku meðferðir á glæpamönnum og svona uppreisnarseggjum og annað eins. Samkvæmt spádómnum hérna sem við erum að fara að lesa, þá myndi Ísrael átta sig á að þeir gerðu mistök seinna meir og þeir myndi afneita Messias í byrjun en komast til iðrunar í endan. Svo að spádómurinn hann skrifaður í þátíð að hluta og eitthvað í nútíð og það mjög oft það sem þú sérði í spádómurnum það farið á milli þátíðar og nútíðar og framtíðar og annars. Þannig að þetta mjög áhugaverð lesning en í endanum á 52, kapla 52 þá talar hann þeim þjón Guðs að hann muni fá betri mynd hver þessi þjón Guðs þú veist, þannig að þetta orð þjón Guðs það notað til dæmis í 42. kapla í Jesaja, í 49. kapla í Jesaja og í 50. kapla í Jesaja. Þannig að ef þú vilt fá að vita meira þjón Guðs og hvað hann á við í byrjunum á textanum okkar í dag, hver þessi þjón Guðs, þá hann búin að tala það áður í Jesaja. Nú ef þú vilt tjekka á því, þú eru farið í þessa kapla 42, 49 og 50 og séð hvað Jesaja búin að skrifa þjón Guðs áður við komum að þessum versum hér í dag. Nú, kaplaskiptin muni það ekki hluti af upprunalegum skrifunum. Ég held að þeir hafa einfallega gefið vitlaus kaplaskipti hér því að í rauninni byrjar þetta tal þjón Guðs í 52. kapla í 13. versi, þannig að í staðan fyrir að tala Jesaja 52, 13 til 53, 12 held ég að sé, þá ætla ég bara að segja Jesaja 53. Þannig að við skulum demba okkur í textan, við skulum lesa fyrsta versi hérna, Jesaja 52, 13. Sjá, þjón minn mun giftusamur verða, hann mun verða mikill og veglegur og mjög hátt upp hafinn. Hann mun verða dýrlegur, það að segja mikill, veglegur, giftsamur, það að segja vitur, talandi held ég upprúsuna eins og hann fer í hér aðeins á eftir. Og hvernig var hort á Jesú? Það var hort á hann sem þjáðan mann, en svo seinna meir sem æðri konungum og dýrlegur umfram allt og alla aðra á jörðinni. Þessi maður sem var þjáður, niðurlæður, fyrirlitin, hataður, allt í einu tilbeðin. Þannig að hans gjörðin myndi gera hann æðri öllum öðrum en samt sjáum við í þessu versi, hann kemur ekki sem konungur, hann kemur sem þjón. Sjá, þjón minn. Þannig að þetta mjög undarlegt hvernig þetta byrjar. Það tala þjón en þessi þjón muni vera vegsamlegur. Nú, við förum í vers 14 eins og margir urðu agndofa af skelfingu yfir honum, svo afskræmd var ásýnd hans framar en nokkurs manns og mynd hans framar en nokkurs af mannanna sonum. En áður en hann upphafinn, þá hann afmyndaður. Hann fyrirlitin, hann niðurlægður og hann beitt ofbeldi, svo miklu ofbeldi að hann afmyndast og leit ekki lengur út eins og maður. Hann var barinn, til dæmis það sem við sjáum í lífi Jesú Krist þegar það kemur að krossfestingunu. Það var hann fyrst barinn af æðstu prestunum, hann svo barinn af Herodesi og svo hann barinn af Rómverjum. Þannig að hann mjög mikið barinn áður en hann fer upp á krossin og illa með farinn. Hann afmyndaður. Við förum í vers 15. Eins mun hann vekja undrun margra þjóða og konungar munu aftur líkja munni sínum fyrir honum því að þeir munu sjá það sem þeir hafa aldrei frásagt og verða þess áskynja þeir hafa aldrei heyrt. Þannig að þessi maður, tökum við það fyrir, þessi maður sem afmyndaður, niðurlæður, fyrirlitin og þjáður myndi komast á stað þar sem að það var bara ekki þekktur í sinni þjóð sem hann í, heldur myndi konungar margra þjóða og valdhafar jarðarinnar byrja að horfa upp til þessa manns með lotningu. Þeir sem höfðu ekki einu sinni heyrt spádómareikningana myndi sjá eitthvað í þessum manni, heyra nafn hans og vita hver hann var. Og hvar erum við í dag? Þessi maður, Jesús Kristur sem var þjáður, bókstaflega svona miðpunktur tilverunar. Við skiptum tímalínunni í ártölum okkar í fyrir Krist og eftir Krist. Hann miðpunktur tilverunar.
enn og aftur að þá finnum við okkur í vessi sem að kannski íslenska þýðingin hefði geta gert mun betur. Ef þú fer til dæmis á Blue Letter Bible sem til dæmis svona frí heimasíða sem allir getur notað og þú ferði inn og þú finnur Jesaja 52:15 og þú ferði í orðið þannig þú þarft að fara í King James biblíuna til þess að nota hebreskuna en þá getur þú fundið orðið sem notað þannig fyrir hann mun vekja undrun og þá þetta orð sem oftast þýtt að skvetta eða stökkva í biblíunni. Þetta er sama orð og notað í gennum mikið af Mósebókunum þegar verið að tala fórnir Ísraelslís og það sem var gert það var fórnað lambi sem var saklaust, það var ekki afmyndað, það var fullkomið eins og það var fórnað því, það var tekið blóðið og það var skvetti á líðin, það var skvetti á ýmislegt og þetta var til þess að minna þá á að fyrir blóð þessar saklausar lambs þá eru syndir þínar huldar. Þannig að þetta orð í íslensku þýðingunni hann mun vekja undrun. Ég skil ekki nákvæmlega af hverju þeir ákveða að fara þannig en nánast allar aðrar enskar þýðingar sem ég er búin að skoða í þessu vessi tala þetta fyrir utan King James og New King James tala þetta sem hans blóði verið skvett yfir marga þjóðir. Jesú mun vera þessi fórn að það mun ekki vera eitthvað saklaust lamb og ekki bara fyrir Ísrael heldur fyrir margar þjóðir að hann mun deyja sem fórn fyrir aðra og fyrir hans blóð þá myndi það hylja syndir margra þjóða að hann mun þjást, hann mun vera marinn, það mun skvetta blóðu sínu yfir marga þjóðir og þannig hylja syndir þeirra og þessi þjáði maður frá einni þjóð mun vera maður sem að konungar margra þjóða munu heyra og þekkja og hvað sjáum við í Jesú Kristi í dag? Þjóðir vita hver hann konungar og valdhafar sumir hverjir í dag og í gennum tíðina dýrka þennan þjáða fyrirlitna mann sem Guð og tilbiðjan. Getur þú ímyndað þér annan einstakling sem gæti passað vel við þessi vess hingað til? Við erum bara komin í 3 vess af 15 held ég. Einhver önnur persóna í mannkyns sögunni sem gæti passað við þessa lýsingu bara sem við erum búin að lesa hingað til? Ég held ekki. Nú við færum okkur yfir í fyrsta vers í kafla 53 og þar sjáum við þetta: hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Nú Ísrael, þeir myndi ekki trúa því sem það sá gerast, að þessi maður sem þeir eru að drepa sé hinn smurði sem þeir eru búin að bíða eftir. Í kafla 40 í versi 10 í Jesaja þá talað armlegg drottins líka eins og í þessu versi og þar talað að hann muni ríkja á jörð og í næsta versi í kafla 40 versi 11 þá sagt þetta: eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðunar. Mér finnst þetta áhugavert út af því að ef þú hefur eitthvað að lesa í gennum Gamla testamentið þá kannski manstu eftir Esekiel í 34. kafla þá Guð að tala við trúarleiðtoga í Ísrael sem hafa ekki verið að sjá vel Ísraels líð sem hann talar sem lömb þeirra. Þeir hafa verið hirðar en þeir hafa ekki verið að sjá lömbin sín og hann segir: ég mun koma og ég mun vera hirðir þeirra. Ég mun koma sjálfur. Við lesum þetta í Esekiel 34:15 til dæmis. Ég mun sjálfur halda sauðum mínum til haga og sjálfur bæla þá, segir drottinn Guð. Nú kannast þú við einhver í Biblíunni sem að kallar sig góða hirðin? Jesús, hann kallar sig góða hirðin. Þannig að þegar þú lest svona setningar, til dæmis eins og ég góði hirðin, þá verður þú átt að því á því að hann ekki að tala til Íslendinga 2018, hann að tala til gyðinga í kringum 30 árum eftir Krist. Og þú verður átt að á því hvað þýddi þetta fyrir þeim? Hvað þýddi það að hann var að segja að hann væri góði hirðirinn? Gæti verið að hann var að tala Esekiel 34. kafla þegar Guð segir: ég mun koma, ég mun leiða lömb mín, þið hirðar eru búin að sjá illa lömb mín, ég mun sjálfur koma. Þannig að það eru margir til dæmis sem að eiga til að segja: hei, Jesús segist aldrei vera Guð í Guðspjöllunum. Nú, ég vil taka það fram að hann vill ekki bara segjast vera Guð út af því að ef að fólkið
í dag að lesa þetta þá það, ok, hvaða Guð ertu, veist? Og eða Rómverjar að heyra ég Guð, ok, hvaða Guð ert þú ertu bróðir, veist? Ertu bróðir, hvaða Guði voru með ég drawing a blank hérna, en þú veist, þeir voru með marga Guði, þeir voru með ótrúlega marga Guði og svona, ok, og hvaða ofurkraft er þú með, þú veist? Þannig að þegar hann að tala að hann sé Guð, þá hann að segja það frá gyðingalegu sjónarmið og þú verður að átta þig á því að hann er ekki bara að segjast vera einhver Guð, hann er að segjast vera Guð ritningarnar, hann er að segjast vera hinn eini sanni lifandi Guð, hann er að segjast vera góði hirðirinn. Þannig að þú verður að lesa ritningarnar á þann hátt að vita að hann er að tala við annað samfélag heldur en okkur hér í dag. Ásaki, ég er búin að vera svolítið veikur en við sjáum að þessi konungar út allan heim, þeir heyra þennan mann og hvað er lagt áherslu á í þessu versi? Hvernig bregstu við þessum boðskap? Það er áherslan í þessu fyrsta versi í 53. kafla. Hvernig ætlar að bregðast við því sem þú heyrar? Hver trúði því sem oss var boðað? Nú, ef þú hefur eitthvað kynnt kristan trú þá áttar þið á því að við horfum á og við séum frelsuð, ekki fyrir góðverk okkar, ekki fyrir hversu magnaður ég heldur kristan trú í rauninni trú sem byrjar á því að segja já, ég er syndugur maður og ég get ekki verðskuldað himnaríki. Kristan trú snýst fyrirgefningu syndana. Við segjum oft frelsuð af náð fyrir trú. Og hver er ástæðan í þessu versi? Hvernig bregstu við þessu? Hver trúði því sem oss var boðað? Þetta er Nýja testamentins guðfræði í Gamla testamentinu, eða að segja þetta öðruvísi að guðfræði Gamla testamentis er guðfræði Nýja testamentins. Þú ert hólpin af náð fyrir trú. Það er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Enginn getur mikla að segja því. Þetta er Efesusbréf 2. kafli vers 8 og 9. Svo fyrir við yfir í annað vers. Hann rann upp eins og viðarteiningur fyrir augliti hans og sem rótakvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss skæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Nú, þetta er eitt sem ég fíla ekki við málverka Jesú. Hann er alltaf svo eitthvað myndalegur. Þú veist, hann er alltaf með svona, að það er alltaf einhver svona, fyrir það fyrsta þá fíla ég ekki málverka Jesú því hann lítur oft út fyrir að vera bara svona einhver Evrópubúi, kannski einhver svona þýskur Jesú í Miðausturlöndum. Ég held að hann hafi verið mjög brúnni heldur en marga teikningar gefa hann út fyrir að vera, þannig að mér finnst það ekki, en það eru fáir sem gleyma að taka þetta inn í myndina. Þetta er lýsing á Jesú Kristi, þetta er lýsing á Messias og það er talað um að það sé ekkit mikið við hann sem að fær fólk til að horfa. Þú veist, það er ekkit mikið við hann sem fær fólk til að fylgja. Hann er ekkit svona sjarmur, einhver líkamlegu sjálfur með skeggið í lagi og allt þetta. Það er líkamlega þá lítur hann ekkit út fyrir að vera einhver merkilegur einstaklingur. Nú, hann kom upp sem viðarteiningur, sem lítil planta spratt hann upp, eitthvað sem lítur út fyrir að vera veikburða. Nú, hann kom upp eins og rótakvistur í þurri jörð. Hvenær kemur Jesús? Hann kemur eftir 400 ára tímabil þar sem að engin spámaður var búinn að tala í nafni Guðs. Að frá, ef þú opnar Biblíuna og þú ferð í Gamla testamenti, þú ferð í seinustu bókinni í Gamla testamenti sem er Malaki og þú ferð þannig, hvað er ekki, seinustu kaplinn er heldur 3. kapli, ef ég mann rétt, í Malaki og svo er það Matteus og Guðspjall sem tekur við og þú flettir þessa blaðsíðu að það eru 400 ár sem líða þar sem að engin spámaður kom, engin talaði fyrir hönd Guðs. Það var engin sem heyrði í Guði, engin spámaður sem að talaði fyrir hans hönd og þar kemur hann inn. Allt í einu eftir 400 ára þögn þá sprettur upp líf og þessi maður kemur upp á þurru. Einstaklingurinn Jesú Kristur. Nú, hann var ekki vinsæll út af lúkkinu sínu. Hann var ekki sjarmur líkamlega, hann tældi fólk ekki með útliti sínu. Hann var ekki fætturinn í fræga rabbína fjölskyldu eða háttsetta fjölskyldu. Hann var ekki fættur af vinsælum rabbína eða lærður í hefðum farísea sem voru svona hort á sem mikilvægir einstaklingar. Við vitum fæðingu Jesú Krist, hann fættist í frekar erfiðum aðstæðum. Líklegasta fólki sem var svolítið hort á niður á. Þeir fengu hvergi að gista þegar fóru í heimabæ Jósefs. Nú, þetta var samfélag það sem var mjög mikið stolt fundið í því að hýsa fólk og nota heimlið til þess að sína gestrisni og af hverju var enginn með pláss fyrir Jósef og Maríu. Nú, gæti verið að þau hafa verið fyrirlitin.
Hann kom ekki með pólitískt eða fjárhagslegt eða samfélagslegt vald, hann hafði ekki heimili, hann fekk ekki virðingu þegar hann fór inn í boð heldur fyrirlitningu. Hann var fyrirlitin og þetta vers bara passar fullkomlega við Jesú Krist. Hann kemur upp sem rótakvistur úr þurri jörð, enginn búinn að tala í 400 ár fyrir hönd Guðs, enginn spámaður búinn að koma og allt í einu kemur Jesús Kristur upp. Hann kemur upp eins og viðateiningur, eins og lítil veikburða planta sem að margir horfa á sem ekkert eitthvað sérstaklega merkilegt en svo eitthvað ótrúlegt. Það á mjög vel við Jesú Krist. Hann Guð en hann kemur sem lítið barn. Frá eilíð til eilíðar hefur hann verið til en hann fæðist sem barn sem þarf á brjósti móður sinnar að halda. Hann kemur inn í Jerúsalem til dæmis og þegar hann opinberar sig sem Messias Ísraels þá kemur hann ekki inn á hestvagni eða á flottum hesti eða eitthvað svoleiðis. Hann kemur á asna. Nú það einhverju gyðingar sem hafa hort á spádóma Messias og þeir hafa haldið í fram að Biblian talar 2 Messiasa. Einn gengur í gennum þjáningar og einn gengur í gennum sigur út af því að þú sérð spádóma Messias og margir díla við hvernig hann muni þjást og margir díla við hvernig hann muni ríkja en þeir hugsuðu voða lítið og þetta var kannski vinsæl kenning svona fyrir einhverju, ekki nútíma kenning en þeir hugsuðu aldrei að þetta var eini og sama manneskjan sem kæmi á 2 mismunandi vegu. Fyrst myndi hann koma og hann myndi þjást og svo myndi hann koma og hann myndi ríkja. Nú við sjáum í versi 3, hann var fyrirlitin og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitin og við mátum hann einskis. Nú hugsa aðeins þetta. Við erum að lesa hérna Messias sem að Ísraelsmenn eru búin að búast við í mörg 100 ár. Það eru spátumar búin að koma við þennan Messias. Þeir eru að búast við. Daniel í 9. kapla er búin að segja nákvæmlega hvenær hann á að koma. Það eru alls konar spátumar sem segja til hvernig hann muni líta út, hvað hann muni gera og annað eins. Og það er heil þjóð sem er að bíða eftir þessum Messias, hennum smurða að koma og svo kemur allt í einu svona vers sem segir nei, þegar hann kemur að þá mun hann reyndar vera fyrirlitin. Hann mun vera harkvælamæður, kunnugur þjáningum. Þið munu byrgja andil líka fyrir ykkur og líta á hann sem einskis virði. Hvernig færðu svona spátum til að rætast? Öll þjóðin er að vonast komu hans. Öll þjóðin er að bíða eftir að hann komi, þeir að leitast eftir því að hann komi og þeir getur fagnað komu hans. Hvernig mun þessi spátumur uppfyllast? Ef að heil þjóð er að bíða með eftirvæntingu eftir að hann komi en samt þegar hann kemur þá munu þeir ekki vera spenntir. Þeir munu fyrirlíta hann, þeir munu hata hann, þeir munu valda honum þjáningum og annað eins. Hvernig má það vera? Hvernig getur þetta uppfyllst í einhverjum? Nú, það undarlega við sjáum þetta í lífi Jesú Krist. Að hann kemur, þetta er maðurinn sem þeir eru búin að bíða eftir heil lengi, en hann er fyrirlítinn, hann er hataður. Og þetta uppfyllist í Jesú Kristi. Hann var fyrirlindir og hverjir eru við í þessu vessi? Þú veist, að tala hann og svo við, það er Ísrael. Þeir sem voru að búast við komu Messiasar en á endanum þá fyrirlitið hann þegar hann kom. Hann var fyrirlitin af Saddukeum og hataður af Farisíum, hann var krossfestur af Rómverjum. Allir flokkarnir sem að fóru með jarðlegt vald fyrirlitu hann. Líf hans einkendist af þjáningu, fyrirlitningu og samfélagslegri útskúfum. Þetta var maður sem fólk átti að horfa á eftir með tilhlökku og eftirvæntingu en þegar hann kom að þá komuður og mætti honum með þjáningu og hótunum. Það sem við lesum í Jónasarguðspjalli í 1. kafla er ótrúlegt í versum 9-12. Þá segir hann: hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðsbörn, þeim er trúa á nafn hans. Ótrúlegt, þetta passar fullkomlega við Jesú Krist. Nú í versi 4 þá heldur hann áfram: en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvali er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan og slegin af Guði og lítillægt hann. Þessi maður, hann var hataður af valdhöfum þjóðar sinnar, kemur samt og dæmir þá ekki, heldur kemur hann og leggur líf sitt niður fyrir þeirra hönd.
Hvernig saga er þetta eiginlega? Ef þú ert raunverulega þessi Messias sem hefur allt vald frá Guði, sem er búið að spá þig í mörg 100 ár, hvernig gæti þú ekki komið inn og látið verða því að þeir skulu þjóna þér, heldur komið sjálfur og látið lífsitt í söluna fyrir þá sem fyrirlitan? Og hvernig saga er þetta? Hann er með valdið, hann á dýrðina, hann á skilið allan heiður. Af hverju kom hann ekki með dóm og reiði og réttlæti? Hann mátti það alveg, hann var algjörlega á hans valdi að gera það, hann var fullkomlega réttlátur ef hann hefði bara mætt okkur með dóm, en hann gerði það ekki. Nei, þessi einstaklingur, hinn smurði af Guði, hann endar á krossi, þar sem hann er að biðja fyrir þeim sem er að krossfesta sig: Faðir, fyrirgeðu þeim, þeir vita ekki hvað þeir gera. Það passar ótrúlega við Jesú Krist. Og út af þjáningum sínum þá töldum við hann refsaðan af Guði og undir dóm Guðs. Og þetta gerist því miður ótrúlega oft í dag. Það eru margir sem eru með eitthvað svona guðfræði sem segir: ef mér gengur vel í lífinu þá líkar Guð vel við mig. Ef ég er góður við Guð þá mun hann blessa mig. Ef ég bara næ einhvern veginn að gera nóg mikið af góðverkum, ef ég næ að segja réttu hlutina, þá mun ég fá blessun frá Guði. Og ef einhver er lendi í þrengingum og óhappi þá er hann greinilega ekki að gera Guð ánægðan. En þetta er sama hugsun og fariseinir voru með, sem að því miður ríkir oft í kirkjunni í dag, að einhvern veginn hvernig mér gengur líkamlega, fjárhagslega, að það sé einhvern veginn byggt á því hversu ánægður Guð er með mig, en það er ekki guðfræði Biblíunnar. Ef það væri svo að ef þú væri nógu réttlætur þá myndir þú fá allt sem að Guð hefur fyrir þig. Ef að einhver átti það skilið, þá var það Jesús Kristur. En hann kom og hann þjáðist. Kristileg guðfræði er ekki: ef ég geri bara nóg að þá mun Guð þurfa að blessa mig. Kristileg guðfræði er: ég ætla að vera trúfastur við hvað sem ég hef, í gennum hvaða þjáningar sem ég fer í gennum. Þú veist, ef þú ferði til dæmis í Jakobsbréfi í Biblíunni, þá talar hann ekki ef þú lendir í þjáningum, ef þú lendir í raunum, heldur þegar þú lendir í raunum. Hvernig ætlar að bregðast við þegar þú lendir í raunum? Þannig að hefur ekkert með hennar spátum að gera, en mér langaði bara að henda þessu út. Út af þessum þjáningum þá töldum við hann refsaðan af Guði. En ef einhver átti skilið velgengni, að þá er það Jesús Kristur. En Messias, hann þjáðist ekki fyrir eigið ranglæti, hann þjáðist ekki fyrir eigin syndir, hann var eini syndlausi maðurinn sem þessi jörð hefur séð, sem þessi heimur hefur séð, og hann þjáðist fyrir aðra, fyrir okkar syndir. Þannig að þetta var Guð að sýna okkur miskunn án þess að svíkja réttlætið sitt. Og það er það sem ég sá við mörg trúarbrögð þegar ég byrjaði svona að kanna hverju ég trúði eiginlega þegar ég var yngri, og ég horfði ekki á mig sem kristinn og ég skildi ekki hvað kristin trú snerist mörg trúarbrögð sem talar að Guð þeirra séu réttlátir, en einhvern veginn þá ná þeir að fyrirgefa syndir en díla aldrei við hvernig það svíkir réttlæti þessa Guðs. Og það er það sem ég byrjaði að pæla mjög mikið í, og eina af hugsunum sem dró mig aftur í kristnatrú, því að Guð Biblíunnar segist vera réttlátur Guð, sem þýðir að hann þarf að dæma synd, hann þarf að dæma ranglæti, og ég er búin að framkvæma ranglæti. Veist, ef ég miða mig ekki bara við einhverja aðra mannesku, heldur við hversu heilagur og magnaður Guð er, þá átta ég mig á því að ég á ekki þessu skilið. Veist, ég er ekki verður, ég er ekki syndlaus, ég er búin að gera alls konar hluti sem voru rangir, og ef að Guð er réttlátur þá er það mjög slæmar fréttir fyrir mig. Hann þarf að dæma með réttlæti sínu mína syndir, og svo komum við en Guð í Biblíunni er líka miskunnsamur og náðaríkur, og hvernig getur þú sýnt miskunn og sýnt náð án þess að svíkja réttlætið þitt? Og það er það sem við höfum hér. Það er verið að lýsa þjáningum Messias, út af því að Guð svíkir ekki réttlætið sitt. Hann mun dæma syndir heimsins, og spurningin er það Messias sem mun þjást fyrir þína hönd? Er það hann sem mun taka skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum, og hann mun afgreiða skuldin okkar, hann mun afgreiða synd okkar, eða munum við taka dóminn sjálf? Það er ástæðan fyrir því að við þurfum á Jesú Kristi að halda, og það er ástæðan fyrir því að Guð Biblíunnar getur bæði verið miskunnsamur og réttlátur, að hann þarf ekki að svíkja réttlætið sitt með miskunn sinni.
ef þú pælir í því, þú veist, ef einhver skulda þér og þú sýnir miskunn, að þá ertu í rauninni, ef þú gefur upp skuldina, þú veist, þá ertu að svíkja réttlæti. Ef þú ert ekki að dæma ranglæti, að þá ertu að svíkja réttlæti þitt. En Guð gerir það ekki. Hann dæmir syndina. Spurningi er, hver tekur við dómnum yfir syndinni? Er það þú? Hver tekur við afleiðingum syndarinnar? Er það þú eða Jesús Kristur? Nú, maður fær þessa spurningur óslega oft. Gera slæmir hluti fyrir gott fólk. Af hverju gera slæmir hluti fyrir gott fólk? Það gerist bara einu sinni. Ef við tökum því þannig, okay, hvað meinar með gott fólk? Því að biblíulega, ef einhver er góður, þá er hann fullkominn. Því að aðeins Guð er góður. Og ef þú ætlar að vera góður, þá þarf það að vera eins og Guð sem er fullkominn. Ekkert af okkur er gott fólk. Við höfum öll klúður af málunum. Það er boðskapur trúar okkar. Við þurfum fyrst að heyra slæmu fréttinar á okkur. Við erum ekki gott fólk. Við þurfum á frelsara að halda. Þannig að af hverju gera slæmir hluti fyrir gott fólk? Það gerist einu sinni og það gerist með Jesú Krist. Og út af því að þessi slæmir hlutir gerist fyrir góðan mann, að þá erum við frelsuð í dag fyrir það. Nú, við höldum áfram í versi 5, en hann var særður vegna vorra misgjörða og kraminn vegna vorra misgjörða. Hann var særður vegna vorra synda og kraminn vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. En nú aftur, særður, léleg þýðing. Þetta orð segir ekki bara til þjáningu, heldur gæti þetta líka verið hvernig þjáning þetta er. Þetta er sérstaka þjáningu í hebreskunni sem að margar þýðingar tala gataður. Hann var gegnum stunginn. Hann var gegnum stunginn vegna vorra synda og kraminn vegna vorra misgjörða. Og þetta passar fullkomlega við aðra spátuma Messias. Til dæmis það vídeóið sem við vorum að gera seinustu viku sem var að díla við Psalm 22. Þar koma frekari upplýsingar fram. Hann er stunginn þar, já, en það koma frekari upplýsingar. Hann er stunginn á báðum höndum og báðum fótum. Og einmitt þú byrjar að pæla í því, hvernig fær einhver þannig sár að þú er gegnum stunginn á báðum höndum og báðum fótum. Það er mjög erfitt að ímynda sér einhverjar aðrar aðstæður þar sem það gerist fyrir utan krossfestingu. Þannig að þessi Jesaja 53 og Sálmi 22 passa mjög vel saman. Það er aðri spátumar Messias, til dæmis í Sakaría 12:10, og þeir munu líta til mín, til hans sem þeir lögðu í gegn, sem er stungu í gegn, og harma hann eins og menn harma lát einkasonar og syrgja hann eins og menn syrgja frumgetinn son sinn. En nú aftur þannig Guð að tala, hann segir, þeir munu líta til mín, koma til hans, koma sem þeir lögðu í gegn. Ótrúlegt, þetta er svona einhvern veginn verið að sína hann að smá þríeininguna að koma fram í Sakaría 12:10. En nú aftur, hvernig má það vera að einhverju stungin í gegn? Hann er fyrirlitin, hann er krossfestur, ef við horfum á Psalm 22, og allt í henni byrja heimurinn að snúa sér til hans og tilbýða þennan mann sem er fyrirlitin og handaður og þjáður og krossfestur og drepinn. Passar þetta við einhvern annan í mannkins sögunni? Gæti einhver uppfyllt þennan spátum annar en Jesú Kristur? En hann er ekki bara stungin í gegn, heldur er það líka fyrir okkur. Að svo skuld sem við vorum búin að sanga að okkur fyrir okkar synd sem að Guð synd frammi fyrir Guði, ef hann ætti að vera réttlóttur dómari, þá þarf hann að dæma þessa synd, og hún er afgreidd í Jesú Kristi, að laun syndarnar er dauði og hann skildi deyja í okkar stað með faðm sinn útbreiddan til að taka við hverjum þeim sem að tekur við þessari gjöf. Spurningin er ekki hvort Guð dæmir synd, spurningin er hver mun greiða fyrir synd þína og mína. Því að í Jesú Kristi þá er boðið þetta, taktu við náðinni, taktu við því að ég er búin að koma og ég er búin að greiða skuldina, taktu við þessari gjöf. Það er spurningin, ertu búin að taka við þessari gjöf? Nú árið 1948 þá var fundið dauðahafsritin í Qumran-hellunum, og þá var fundið eitt heilt afrit af Anna Jesaja, sem er held ég elsta handritið sem við höfum fyrir utan 70 manna þýðinguna, grísku þýðinguna á Gamla testamentinu.
En áður en að það var fundið þá voru nokkrir einstaklingar sem að lásu í Jesaja 53 og þau komu með þau rök að það eru kristnir seinna meir sem bættu þessum texta inn í Gamla testamentis ritningarnar til þess að sannfara fólk að þetta væri spádómur Jesú Krist. Svo fannst þetta rit í Jesaja 53 og þau lásu og sure enough þá var kaflinn enn til staðar og þetta, ég hef ekki heyrt marga komið með þessi rök hinga til allavega. Þannig að það er bara mjög áhugavert. Þetta á mjög vel við Jesú Krist. Vers 6, við fórum allir villir vega sem sauðir, við stefndum hver sína leið en Drottinn lét misgjörð vor alla koma niður á honum. Við í þessu samhengi þarf að segja Ísrael. Nú, við stendum hver okkar leið en þrátt fyrir afneitun Ísraels þá myndi synd heimsins koma niður á Jesú Kristi. Og í honum skildi verið opið tækifæri fyrir alla menn til að taka við gjöf Guðs í Jesú Kristi sem að hann afgreiddi fyrir syndir okkar. Nú ef þú veist eitthvað kristna guðfræði þá hljómar þetta rosalega mikið eins og Nýja testamentið, en þetta er skrifað 700 árum áður, 700-800 árum áður, næstu því. Vers 7, hann var hrjáður en hann lítillætti sig og lauk eigi upp munni sínum eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður þegir fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum. Þannig að honum var beitt ofbeldi í lífi Jesú Krist þá er gefið honum ósanngjarnt dómsmál en hann reyndi ekki að verja sig. Eins og lamb sem að vissi að hann var á leið til slátrunar þá var hann ekki að reyna að verja sig með öllu því sem hann hafði, því enginn raunverulega gat tekið líf hans. Hann var að leggja líf sitt niður. Hann var uppfylling á fórnum Ísraels. Hreinu og ungu lömbin, saklausu lömbin sem var fórnað fyrir hendur Ísraels í Gamla testamentinu voru til staðar til þess að benda á þennan mann, Jesú Krist, sem myndi koma sem lambið sem fórnað í okkar stað. Og það er áhugavert að Jesús var krossfestur á páskahátíð gyðinga. Íslenska orðið páskar er komið frá hebraska orðinu Pesach. Það er sérstök hátíð sem þeir eru með sem þeir voru að fagna útför sinni. Þeir voru að fagna því að þeir fóru út í Egyptalandi. Það sem við lesum í annarri Mósebók. Þeir voru þrælar þar í 400 ár og þeir koma út úr Ísrael og hvað gerist? Seinasta sem gerist áður en þeir fara úr Ísrael, áður en að Guð leysir þá úr þrælahaldi er að þeir eiga að taka lamb, þeir eiga að slátra því, þeir eiga að taka blóðið úr lambinu og þeir eiga að mála dýrastafi hús síns og svo kemur dauðinn yfir Egyptaland og þegar að hann sér hús sem að blóðið er á, dýrastaf húsins er með blóð á, að þá mun hann ekki fara þar inn, heldur mun hann fara inn í öll önnur hús og dauði mun koma inn á sérhvert heimili í Egyptalandi. Þannig að það sem þeir gera á páskahátíðinni er að fagna þessu. Fagna því að Guð steig yfir þá, hann frestaði dauðanum. Og á þessari hátíð, þegar þeir eru að fórna lambinu inn í múrum Jerúsalem, þegar þeir eru að fórna lambinu í musterinu, þá áttaði sig ekki á því að þessir æðstu prestar sem voru að reyna að drepa Jesú Krist voru raunverulega að gera það sem að þetta lamb var að benda upp á. Að það var Jesús Kristur sem var fyrir utan borgarmúrin, sem var að uppfylla það sem þessi hátíð snerist Hann var komin til að reiða og raunverulegu þrælahaldi sem var ekki bara líkamlegt þrælahald, heldur þrælahald syndarinnar. Hann var komin til að ekki bara fresta dauðanum, heldur til þess að sigra dauðan. En samt voru þessir æðstu prestar sem átt að vita hvað þetta var mynd upp á, sem Gamla testamenti var búið að segja að þetta var að benda á eitthvað meira. Að það voru þeir sem að drápu Jesú Kristi áttuðu sig ekki á því að þeir voru að hjálpa að myrða þann saklausa Messias Jesú Krist sem Jesaja 53 er búin að tala sem að Daniel 9 er búin að tala sem að Sálmi 22 er búin að tala og annað eins. Ótrúlegt. Á páskahátíðinni og meðan þau voru að fórna páskalambinu þá áttuðu sig ekki á því að uppfyllingin á öllu þessu, allt sem þetta bendi á var að gerast fyrir utan borgarmúrin á krossinum í Jesú Kristi. Hann var uppfyllingin á þessu, að öll þessi fórn var að benda á að það þyrfti að koma frelsari sem var saklaus, sem var fullkominn og hann þyrfti að deyja í stað þeirra
til þess að kofra þeirra syndir. Nú, þegar við pælum líka í hvernig þið tala um hann ver sig ekki, hann reynir ekki að verja sig, eins og lamb sem segir ekki neitt á meðan því leitt til slátrunar. Og við lesum í Mattheusarguðspjalli í 27. kapla versum 57-68: til þess að tóku Jesú höndum færðu hann til Kæfasar, æðstaprest, en þar voru komnir saman fræðimenn og öldungar. Pétur fylgdi þeim álengdar allt að garði æðstaprestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver yrði endir á. Æðstuprestanir og allt ráðið leituðu ljúgvitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu ekkert, þótt margir ljúgvættar kæmu. Loks komu 2 og sögðu: þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á 3 dögum. Þannig tækifæri fyrir Jesú Krist til að verja sig. Og því að það sem hann sagði var ekki, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það upp á 3 dögum. Hann sagði, þið getið brotið niður musteri Guðs og ég get reist það upp á 3 dögum. En hann segir ekki neitt. Þá stóð æðstipresturinn upp og sagði: svara þú því engu sem þess vitna gegn þér. En Jesús þagði. Þá sagði æðstipresturinn við hann: ég særi þig við lifanda Guð, segðu oss, ertu Kristur sonur Guðs? Jesús svaraði honum: þú sagði það. En ég segi þér, upp frá þessu munu þið sjá mannssoninn sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himins. Þá reif æðstipresturinn klæði sín og sagði: hann guðlastar, hvað þurfum við nú framar votta við? Þeir heyrðu guðlastið, hvað lýst yður? Þeir svöruðu: hann er dauðasekur. Og þeir hræktu í andlitið á honum, slóu hann með hnefunum, en aðrir börðu hann með stöfum og sögðu: spáðu nú, Kristur, hver var að slá þig? Þannig hefur hann tækifæri til þess að gefa rök fyrir af hverju það rétt ekki meðan, en það segir ekki neitt nema: þú sagðir það rétt, ég er Kristur. Hér er Jesús á meðal Rómverja í næsta kapla í Mattheusarguðspjalli 27, 11-14. Jesús kom nú fyrir landshöfðinginn spurði hann: ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði: þú segir það. Æðstuprestarnir og öldungarnir báru á hann sakir, en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann: heyrir þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En hann svaraði honum ekki, engu orði hans, og undraðist landshöfðinginn mjög. Þannig að fullkomið spátumur, eins og lamb sem leitt til slátrunnar og segir hann ekki orð. Hvað sjáum við dómstól Guðs þegar það á frá krossfast hann reynir ekki eins og að verja sig. Hann er komin til þess að leggja niður líf sitt. Og svo fyrir við aftur í Jesaja 53 í vers 8: með þrengingu og dómi var hann burt numinn, og hver af samtíðar mönnum hans hugsaði það. Hann var hrifinn burt af landi lifanda, fyrir sakir syndar minns líðs var hann lostinn til dauða. Þannig að hann var tekinn burt af landi lifanda, hann var drepinn út af þessum dóm sem hann neitaði að verja sig í. Hann þjáðist ekki bara, og hann var ekki bara fyrirlitinn, hann var drepinn fyrir syndir míns líðs. Nú, þú horfir á þetta orð míns líðs í Biblíunni og sér oftast hvaða á við þá er það Ísrael, Guðs líður. Nú, í reikningunum þá er alltaf talað Ísrael sem Guðs líð í Gamla testamentinu. Og það er einhverju fræðimenn gyðingar sem hafa komið fram með þá hugmyndir eftir að þeir áttuðu sig á því að þessi spádómur var að benda rosalega mikið á Jesú Krist, að þetta væri vers sem snerist ekki einhvern sérstakann mann, þetta snerist í rauninni ekki Messias, heldur snerist þetta þjóðina Ísrael, að þjóðin myndi þjást og annað þess. En hvernig myndi eyðilegging og dauði Ísraels hjálpa Ísrael? Og ef þetta á við Ísraels þjóðina, hvernig getur þjáning þessa manns orðið líðnum til góðs? Þemað hér er að einn mun þjást fyrir marga, en ef allir eru að þjást, hver er þá tilgangurinn? Skil ekki alveg þessa lógík, þú sér þetta aftur og aftur í gennum textan, það er farið frá eintölu yfir í fleirtölu, hann versus okkur, hans versus líðs síns, hann versus okkar syndir og svo framvegis. Við færum okkur yfir í vers 9: og menn bjuggu honum gröf meðal illræðismanna, lagstað með ríkum, þótt hann hefði eigi ranglæti framið og svik væru ekki í munni hans. Þannig að hljómar þetta eins og frekar skrítin mótsögn. Byrju, hvort er hann með gröf meðal illræðismanna eða lagstað hjá ríkum? Það hljómar ekki eins og þessi sami staðurinn. Þannig að hann var tekinn af lífi sem glæpamaður, þrátt fyrir að vera saklaus. Krossfestingin, það var ekki bara dauðarefsing, það var sérstök dauðarefsing fyrir glæpamenn, fyrir uppreisnarseggi og fyrir illræðismenn, fyrir þá sem að Rómverja myndi segja ekki gera eins og hann,
gera það að fordæmi til þess að hindra það að aðri gerðu sömu mistök. En þrátt fyrir að vera drepinn með illræðismönnum, með þjófum og á hætti sem að uppreisnarseggir voru drepnir, að þá var hann ekki grafinn í þeirra gröf, heldur í gröf ríkra manna, eins og við sjáum hér. Það var undirbúið fyrir hann, þeir bjuggu honum gröf meðal illræðismanna, en hann fekk legsta hjá ríkum. Og þegar hann var dáinn, þá var ríkur maður sem var hluti af Sanhedrin-ráðinu, sem var lærisveinn Jesú Krist, sem kemur og hann nær í Jesú Krist. Og við lesum þetta í Matteus Guðspjalli í 27. kapla versum 57-60. Kvöldi kom auðugur maður frá Arimaþeu, Jósef að nafni, sjálfur var orðinn lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnin og fór burt. Svo Jesús var drepinn eins og glæpamaður, en hann fekk ekki gröf eins og glæpamenn, hann fekk ekki aukra fjölda gröf eins og margir þeir sem voru krossfestir í fengu á þessum tíma, heldur var hann lagður í gröf ríkra. Hann fekk Jósefs eigin gröf, eina gröfin í mannkynssögunni sem hefur bara verið tekið að láni. Vers 10, en drottnið þóknaðist að kremja hann með harmkvælum. Það sem hann fórnaði sjálfum sér í sektafórn, skildi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og áform drottins fyrir hans hönd framgengt verða. Þannig að það voru ekki bara gyðingar sem tóku Jesú að lífi, það var ekki Rómverjar sem tóku Jesús að lífi. Hver var ábyrgur fyrir dauða Jesú Krist? Það var drottinn sjálfur, Guð sjálfur. Og þetta var ekki gert með því að neyða Jesú Krist á krossin, heldur segir hann aftur og aftur, ég komin til að gefa mitt líf, ég komin til að leggja mitt líf niður fyrir líf minn. En það sem er áhugavert hér er við sjáum að hann er dáinn. Þannig að það taka fram hann að þar sem hann fórnaði sjálfum sér í sektafórn, hann er dáinn, við lásum hann líka í fyrirversunni, hann er dáinn. Svo heldur áfram, skildi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og áformi drottins fyrir hans hönd framgengt verða. Upprisa. Þannig að hann deyr og hann rís upp til að lifa áfram. Upprisa Jesú Krist. Hann skildi ekki bara deyja, hann rís upp frá dauðum og sjá afsprengi í fórna sinnar. Hann myndi sjá fólk koma til trúar út af því sem hann hefur gert. Vers 11. Vegna þeirra hörmunga sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast, þá menn læra að þekkja hann, mun hann hinn réttláti þjónn minn gjöra margar réttláta og hann mun bera misgjörðir þeirra. Þannig að fyrir þjáningar þessa eins skildu margir gjörast réttlátir. Þetta er kristin guðfræði. Að það sé engin fullkominn, engin sem getur unnið sér inn réttlæti, því leið og við erum búin að klúðra einu sinni, leið og við erum búin að synga einu sinni, þá náum við ekki að mæta staðleik Guð sem er fullkomnun. Og hvað þurfum við að halda? Ekki betrumbætingu, við þurfum að frelsara að halda. Við þurfum á einhverjum sem getur komið og afgreitt okkar skuld og afgreitt okkar synd. En því miður hafa mjög margir breytt boðskap kristinna trúar í einhvern boðskap sem snýst betrumbætingu. Þú þarf bara að bæta þig aðeins í lífinu, reyna eins og þú getur. En rauninni boðskapu kristinna trúar hefur alltaf verið reyndu eins og þú getur aldrei gert nóg. Þú munt aldrei eiga skilið himnaríki, þú munt aldrei ná staðleik Guðs, því að staðal Guðs er fullkomnun. Að lögmálið til staðar til að sýna við þurfum á frelsara að halda. Því miður eru mjög margir sem að miskilja þennan boðskap og er einhvern veginn búin að breyta þessu í einhvern svona boðskap þar sem þú bara breytum hugafar og verið jákvæður og það er svo leiðilegt að sjá það. Góðverk trúar okkar er ekki rót trúar okkar. Að vera góð manneski er ekki rót trúar okkar. Það er ávöxtur trúar okkar. Við erum ekki góð til þess að eignast réttlæti, frekar út af því að við höfum réttlæti nú þegar og það fær okkur til að vera gjafmild. Ég get alltaf haft ástæðu til þess að fyrirgefa því ég get hort á Guð og hvað hann hefur gert í syni sínum í Jesú Krist sem átt að skilið að koma með dóm sinn, en hann kom og mætti mér með miskunn. Ég hef alltaf ástæðu til að elska því að ég sé ást Guðs og kærleika Guðs til mín þegar ég átti ekkert annað skilið en dóm Guðs, en hann kom og veitti mér miskunn. Hann þurfti ekki að gefa sjálfan sig í sölunar fyrir mig, en hann gerði það. Þetta er boðskapið trúar okkar. Rót trúar okkar er ekki þessi góðverk, það er ávöxtur trúar okkar.
Við erum ekki að reyna að vera góð til þess að öðlast himnaríki, heldur út af því að við höfum nú þegar öðlast himnaríki í Jesú Kristi. Þetta er mjög mikilvægt að skilja. Ef þú ert kristinn maður, þá ertu réttlættur af náð fyrir trú og þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf og út frá því þá kemur gjafmildi í lífið þitt. Út frá því þá verður auðveldara að fyrirgefa, auðveldara að fá langlindi gagnvart öðrum og ávöxtur andans byrjar að rísa upp í lífinu. Þú byrjar að fá þolinmæði og gleði og annað eins þegar þú byrjar að fatta þú ert hólpinn. Það er ekkert sem þú getur gert. Guð elskar þig eins og þú ert, en hann elskar þig nóg til að leyfa þér ekki að vera eins og þú ert. En nú þegar ég er búin að taka við þessu réttlæti Guðs fyrir mína hönd í Jesú Kristi, þá byrjar hann að helga mér og umbreyta mér og það er mér til góðs. Það liggur hamingja mín. Hugur minn þarf að breytast, hjarta minn þarf að breytast því að hann leitar í hluti sem eiga það til að eyðileggja mig oft á tíðum. Þannig að góðverk okkar er ekki rótrúar okkar, ávexti trúar okkar. Við förum yfir í seinasta versi sem er 12. Fyrir því gef ég honum hina mörgu að hlutskipti og hann mun öðlast hina voldugu að herfangi. Fyrir það að hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðismennum talinn, en hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismennunum. Þetta er nákvæmlega sem við sjáum í Jesú Kristi á krossinum. Hann biður fyrir þeim sem er að negla hann á krossin. Hann gaf sitt líf fyrir marga og hann bað. Hann bað ekki dóm Guðs fyrir illræðismennunum, nei, hann bað Faðir fyrirgefa þeim, þeir veit ekki hvað þeir gera. Og ég get lofað þér því að sama hversu mikið þú þarft að gefa upp á bátinn fyrir það að fylgja Jesú Kristi í þessu lífi, það mun aldrei vera meira en gildi Krists að fá hann. En hér þurfum við að díla við nokkur mótmæli sem koma gagnvart þessu. Og það eru margir sem að segja, til dæmis eins og ég sagði áðan, það eru margir sem segja að þetta sé verið að díla við Ísrael en ekki við ykkur mann. Þetta er ekki messianskur texti, heldur er þetta að díla við þjóðina Ísrael. Það var rabbininn Jónatan Uzielsson, Targum Jónatan, sem að skrifaði frá fyrstu öldinni. Hann talaði þessi vers sem smurða þjónin. Það var titill hans fyrir þessi vers. Það er að segja Messias. Það er að segja Kristur. Það er að segja hinn smurði. Hann er frá fyrstu öldinni, svipum tíma og Jesús Kristur er á lífi og hann talar að þessi vers snúast smurða þjónin, Messias. Nú rabbininn Yitzhak Abravanel viðurkenndi líka að viðhorf Jónatans Uzielsson sem við vorum að nefna áðan var í samræmi við þá sem þýddu textan á undan honum sem sést í athugasemdum þeirra við Jesaja 53. Nú Midras Tanhuma skrifin segja líka, þau segja þetta, Rabbi Nachman segir, þetta talar engan annan en Messias, son Davís, sem er kallaður hér viðarteiningur. Þannig að Jom Kippur til dæmis, sem er bæn gyðinga sem díla við bæn á Jom Kippur sem að kemur fram er mjög þekkt á meðal gyðinga. Hún vitnar í Messias og hún vitnar í Jesaja 53 og talar mjög mikið það sem er að gerast í Jesaja 53 og tengir það við Messias. Þannig að áður en að 7. öldin kom þá horfðu gyðingar á Jesaja 53 sem spádóm Messias. Þannig að það er engin gömul rit sem við sjáum hinga til sem að tala Jesaja 53 sem einhver kafla sem er að díla við Ísrael. Talmúdin skrifar aldrei það. Þetta kemur fyrst fram í einhverjum samtölum á 3. öldinni við Origen sem er einn af kirkjufeðrunum sem held ég 254 árum eftir Krista sem hann var uppi. Og það er einhverju gyðingar sem svara honum þegar hann er að rökra Jesaja 53 að þetta sé Ísrael en ekki Messias, en þeir eru ekki hluti af farisjum eða þú veist, þeir eru ekki hluti af þessum svona valdhöfum innan gyðingdómsins á þessum tíma. Þetta eru bara einhverju gyðingar sem er ekki rabbinar eða eitthvað svoleiðis. Nú, eru einhverjir sem gætu komið með mótmæli og það er kannski, þú veist, já ok, þetta passar vel við Jesú, myndi kannski einhver segja, en ég held að Nýja testamentið er bara skrifað af gaurum sem voru að reyna að láta þetta passa, að þeir voru að skrifa söguna Jesú og þeir voru að reyna að láta það passa við Jesaja 53, þeir voru að búa til söguna. En ég spyr, hvernig má það vera að fornleifafræðin og sagnfræðin aftur og aftur
hefur sannreynt skrif Nýja testamentisins til dæmis hvar hlutir eða staðir voru, hver voru við stjórn og á hvaða tíma og staðarheiti og svo framvegis. Og svo umfram það, hvernig má það vera að einstaklingar sem bjuggu til sögu voru tilbúnir að vera beittir ofbeldi, þeir voru tilbúnir að taka við samfélagslegri útskúfun og þeir voru tilbúnir að vera drepnir fyrir uppspunna sögu sem að þeir voru að gera? Hvernig má það vera? Nú, hvernig má það vera að þessi menn sem skrifuðu sjálfan sig í þessum sögum töluðu hluti sem að var niðurlægjandi fyrir þá? Af hverju myndið þið nefna til dæmis efasemdir Tómasar? Af hverju myndið þið nefna að Pétur hafi afneitað Jesú Kristi? Af hverju sleppa þeir ekki? Af hverju til dæmis talaður það þegar að Jesús rísir frá dauðum og konurnar eru á leiðinni inn til það sem að Jesús er grafinn, og þá eru konur á leiðinni á meðan lærisveinir eru skítrættir í einhverju herbyggi, þá eru konur á leiðinni og þær eru fyrstu vitnin uppreisnu Jesú Krist á tímum það sem að vitnisburður kvenna var ekki tekinn sem mjög áreiðanlegur. Af hverju gerðu þeir svona mikið af hlutum sem að máluðu sig ekki í góðu ljósi? Af hverju voru tilbúin að deyja fyrir þetta og vera útskúfaðir og þjást fyrir þetta? Þeir voru ekki elskaðir fyrir hennar boðskap sem þeir komu með að Jesús væri Kristur, Jesús væri hinn smurði. Af hverju ætti þeir að gera þessas hluti? Hvernig má það vera að sagnfræðin og fornleifafræðin hefur aftur og aftur sannreynt þennan texta? Þeir hafa fundið staði sem að til dæmis Lúkas og Guðspjall nefnir, þeir hafa fundið valdhafa sem að höfðu ekki þekst neins staðar annar staðar enn í Biblíunni og allt í einu fundið ykkur rit þau. Já. Þeir eru ekki að búa þetta til. Af hverju var að deyja fyrir ykkur að sögu sem þú ert að búa til? Nú, ef þú færð og þú færir fólk til þess að til dæmis í dag, kannski enda á þessu hérna, já, þú kannski færð fólk í dag, þú færð Ísland og þú biður að skrifa lista nauðsynjar sem það þarf að halda. Svona lista hluti sem þau nauðsynlega þurfa á að halda í sínu lífi. Þá getur þú fengið mjög marga mismunandi lista með mismunandi hlutum á. En ég held að fáir í dag myndi skrifa niður ég þarf frelsi frá syndum mínum. En Biblían talar að það sem við þurfum hvað mest í þessu lífi er frels frá syndum okkar. Því að við eigum það til, í okkar upptekna samfélagi, að einbytta okkur á, ok, ég þarf að redda með nýjum bíl, eða það er nýtt barn á leiðinu og ég þarf að undirbúa fyrir það, hvernig getum við farið í stærri íbúð, eða hvernig get ég þéna meira peningum, hvað skóla á ég að fara í og allt þetta. Þú getur eitt öllu þínu lífi að pæla bara hvað er að fara að gera, hvað er næsta skref í lífinu mínu. En það sem við eigum til er að gleyma því að horfa á líf okkar í samingi við eilíðina. Þannig að það pælir enginn í tilgangi lífsins. Ég held að það sé ástæðan fyrir því að margir eru með mjög mikið að eftirsjá við dauðans dyr, því að þeir átta sig á því að ég pældi aldrei í af hverju ég var hérna. Ég var bara að lifa fyrir næsta hlutin, ok, hvert er næsta skref? Það eru fáir sem að pæla í lífi sinni frá eilífi sjónarmiði og ég held að þegar að kemur að því að spyrja hversu nauðsynlegt er það að þú þurfir frelsi frá syndum þínum, þá myndir fáir nefna það og nafn ef þeir ætti að skrifa lista yfir nauðsynjar. En það sem Biblían horfir á líf þitt í samræmi við eilíðina, að þú ert ekki bara að lifa í þessi 80 ár, 60 ár sem þú ert hér á jörð, heldur að þú ert með eilíft líf framöndan. Að þá er það helsta sem að Biblían talar helsta nauðsyn þín er ég þarf á frelsara að halda. Og það er það sem Jesaja 53 er að tala að þjónn Guðsins smurði hinn Messias, Kristur, Jesús mun koma og hann mun vera einn sem þjáist fyrir marga, að fyrir hans þjáningar þá fáum við frelsi. Og það eru margir sem vilja láta þetta snúast að þetta vers segir að Jesús Kristur dó og þar með á ég skilið líkamlega þjáningu. Þetta þýðir að við eigum öll að vera læknuð líkamlega, en ég segi við deyjum öll einhvern tímann. Það sem þessi vers er að tala þetta frelsi sem þessi vers er að tala það er frelsi frá synd, ekki bara líkamlegum þjáningum, heldur eilíft líf. Það er það helsta sem við þurfum á að halda og það er það sem við þurfum að muna. Það er nákvæmlega sem þessi vers snúast í dag.
mér langar að enda á að segja bara í rauninni hérna vers í Jesaja í 53. kafla í versi 1 þá segir hann hver trúði því sem oss var boðað og mér langar að leggja til þess að þú trúir þessum boðskap að þú leggir trú þín á traust á Jesú Krist sem frelsara þinn og drottinn og þú fylgir honum því að sama hversu mikið þú ert að gefa upp á bátinn sama hversu mikið þú ert að breytast og fórna og annað eins hann alltaf með mun meira gildi heldur en sama hversu mikið gildi það sem þú ert að fórna hann þess virði og ég legg til að þú trúir þessum boðskap það ekkert abrakadabra dæmi hérna það engin einhver sérstök formúla sem þú ert að fara eftir þetta ekki eitthvað 8 vikna námskeið að gerast kristinn og fylgja Jesú Kristi þetta raunverulega að spyrja trúi ég að Jesús Kristur hafi dáið fyrir mína syndir treysti ég því að hann sé nóg og ég þurfa ekki að vinna mér einn réttlæti mitt frammi fyrir Guði og ég tilbúin að gefa honum mitt líf ég tilbúin að fylgja Guði gefa líf mitt í hans hendur því að hann hefur keypt mig með blóði sínu og ef þú ætlar að gera þetta taka þetta skref þá var ég ótrúlega mikið til í að heyra að endilega senda og ef þú ert með eitthvað spurningar þá máttu senda á apologia@lofstofan.is eða gunnar@lofstofan.is og ef þú ætlar að taka þetta skref og ætlar að fylgja Jesú Kristi endilega láta mig vita líka gunnar@lofstofan.is það var ótrúlega gaman að heyra frá okkur en takk fyrir að vera með okkur í dag svolítið lengri þáttur ég skal reyna að hafa það styttra næst Guð blessi